Góðan daginn allir og velkomin hérna á veffund WISE. Við ætlum að gefa fólki svona 1 mínútu eða svo að koma inn á fundinn. Þannig bara slakið aðeins á, fá okkur smá kaffibolla og svo byrjum við eftir augnablik. Sjáum að fólk hérna að detta inn. Það bara frábært, það verður gaman að vera með ykkur hérna í dag. En við skulum bara fara að keyra þetta í gang. Ég heiti Ólöf Kristjánsdóttir og markaðsstjóri hér hjá WISE og mun stýra þessum veffundi hér í dag. Og með mér Davíð Fannar Gunnarsson, Chief Architect hjá WISE og vörustjóri fyrir skeytamiðlun. Og í dag ætlum við að fjalla skeytamiðlun í skýjunu. Og nokkur grunnatriði áður en við byrjum, veffundurinn verður tekin upp og við munum deila upptökunni með öllum sem skráðu sig. Allir þáttakendur eru án hljóðs og myndar en þið getið sett inn spurningar í gegnum Q&A-hnappinn sem efst í Teams-glugganum hjá ykkur. Og við ættum að hafa tíma fyrir spurningar í lokin. Annars okkur ekkert að vanbúnað að hefja leikinn og ég gef Davíð bara orðið en hann mun kynna sig sjálfur. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta, Ólöf. Davíð, ég vörustjóri yfir skeytamiðlun og skeytamiðlunar tengdum vörum hjá WISE og langaði að fara með ykkur yfir hvað við höfum verið að gera í skeytamiðlun og skeytamiðlunar vörum hjá WISE síðasta árið. Ef við byrjum, það sem ég langaði náttúrulega að tala í upphæðu vegna þess að það ekki allir komin í skýið, Business Central í skýinu og hvað það þýðir. Og ef við tölum Business Central, þá Business Central búið að þroskast rosalega mikið frá því að byrjaði. Upphaflega var það bara þessi fallegi gluggi með bláa bakgrunninum sem sumir muna kannski eftir sem var með Navision sem var hérna í notkun hjá mörgum fyrirtækjum mjög lengi. Og svo kom milliútgáfan af Navision, svo kom BC14 sem margir þekkja sem ennþá í notkun hjá mjög mörgum fyrirtækjum á Íslandi og svo Business Central í skýinu frá Microsoft. Og mismunurinn sérstaklega á þegar við erum komin í skýið að Microsoft að meðhöndla bæði rekstrarumhverfið og bókhaldskerfið og sífellt að uppfæra kerfið. Og WISE hefur verið að taka þátt í þeirri uppfærslu á því hvernig við erum að fara upp í skýið. Í skýinu þar búð bara eins og App Store í símanum ykkar að þar getið þið sótt upp fyrir síman ykkar. Í Microsoft App Source vörur sem þið getið sótt inn í ykkar Business Central bæði frá WISE og frá öðrum aðilum. WISE komið núna yfir 40 vörur inn í Microsoft App Store. Það koma margar uppfærslur bæði fyrir okkar kerfi og önnur kerfi og Microsoft kerfin í hverjum einasta mánuði, þannig að uppfærsluverkefnin þau bara búin. Þið farið bara í eina uppfærslu og hún svo kláruð. Allar lausnir okkar síðan þróaðar núna í dag af markmiði af skýjaveðferðinni. Og það náttúrulega það sem komið núna hjá Microsoft síðan Copilot frá Microsoft sem gervigreindin í skýinu og það komið inn í Business Central þar sem þið getið í staðinn fyrir að spyrja allar spurningar mögulega í spurningum til ráðgjafa þá getið bara spurt Copilot það hvernig að gera hlutina í skýinu eða fá Copilot til að bara gera hlutina fyrir ykkur og þá bara gerist það. Og svo tengingar við önnur kerfi eins og Power Platform orðin mikið betri. Þannig að við horfum á eins og ég bara hjálpaði einu fyrirtæki við að koma upp einföldu fyrir vöruhúsið sitt að í staðinn fyrir að þurfa að kaupa vöruhúsakerfi þá þið bara með Power Platform sem vinnur á söluböntunum og hjálpaði þeim að taka til pantanir. Og Microsoft skýið það eins og við sjáum hér þar sem við með þetta Azure sem þetta undirliggjandi infrastruktúrin og svo við með Business Central í þessari Dynamics 365 svítu þar sem eins og CRM, Field Service og fleiri lausnir til að hjálpa ykkur til þess að verða í góðum tengsl við ykkar viðskiptavini og selja betur. Virðið frá Microsoft það fyrirsjáanlegur kostnaður, þið inn í því allan rekstrakostnaðinn sem þið að greiða undir, allir uppfærslukostnaðurinn innifalinn, Microsoft að tryggja uppitímann, að tryggja vissa afritun af gögnunum niður, tryggja samþættingar, Copilot og mikilvægi punkturinn í þessum Business Central heiminum þetta síðasta stóra uppfærsla. Og það einmitt það sem við horfum á. Breytingar hafa tækifæri til sjálfvirkni. Og það það sem við höfum áhuga á þegar við byrjuðum að skoða skeytamiðlun. Þannig að skeytamiðlun nýjung frá WISE sem tengist af heildarvöruframboði sem við erum að reyna að bjóða fram á inn í Business Central.
En hvað skeytamiðlun? Þegar við tölum skeytamiðlun á Íslandi erum við yfirleitt að tala opið net sem kallast Peppol. Hvernig við erum að senda skeyti á milli mismunandi skeytamiðla og sem verða svo að reikningum eða innkaupareikningum inn í bókhaldskerfi móttakanda. Þannig getum við sendt og sótt reikninga á milli fyrirtækja án þess að við þurfum að hafa beinar tengingar á milli fyrirtækja, þannig að uppsetningin verður mikið einfaldari. Það tryggir að við getum sendt og sótt gögn á milli félaga án þess að fara í þessa beinu tengingu. Og hvernig það virkar að seljandinn, hann byrjar að senda skeyti inn í skeytamiðlun eða mögulega móttak fyrst innkaupareikning. Hann sendir það yfir í skeytamiðlun í þessu tilfelli og við tryggjum að skilaboðin að koma frá treystanlegum aðila. Við erum búin að votta það að seljandinn sé í alvöru seljandi, tryggjum að skjölin sé á réttu formi og fara yfir öryggi. Svo rekin símaskrá í svokölluðu Peppol-neti sem aðeins tæknilegri, þar sem við getum fundið út hvar síðan hinn aðilinn í skeytamiðlun. Af því að aðilinn sem þið eruð að senda til eða móttaka frá, að hann getur verið hjá öðrum skeytamiðlara heldur en Wise, en þið getið samt alltaf að tala saman. Skeytamiðlari kaupanda getur hér verið bæði innlendur og erlendur aðili, þannig þið getur verið að senda dönsku fyrirtæki eða móttaka frá dönsku fyrirtæki eða frá innlendu fyrirtæki og það ekkert vandamál. Og það í raun og veru skeytamiðlun, hvernig við skeytum á milli skeytanna. En við horfum á þetta líka aðeins stærra. Ef við getum hér farið að tryggja hvernig gögnin koma yfir, þá getum við farið að hugsa meira hvernig við getum aukið sjálfvirknivæðinguna í kerfunum. Og þá fórum við af hverju bjóðum við upp á skeytamiðlun. Við vildum hugsa hvernig getum við tryggt að upplifun allra verði sem besta móti, hvernig við getum tryggt að viðskiptavinurinn okkar geti skoða gögnin sín í ytri kerfum og noti sjálfvirknivæðingarnar. Hvernig við getum auðga gögnin í bókhaldskerfinu fyrir viðskiptavinurinn okkar með til dæmis gervigreind, þannig við getum athugað verð að breytast, þannig getum við stungið sjálfkrafa upp á bókunarlykilum og getum við aukið sjálfvirknina. Getum við hjálpað viðskiptavinum okkar við það að fylla sjálfkrafa út grænt bókhald, sérstaklega í skóp 3. Og í Business Central í skíinu komið sér grænt bókhald og það það sem við viljum líka styðja við. Bókunarstýringar með gervigreind, það það sem við vildum líka geta boðið upp á þannig að fólk sé fljótara að ganga frá reikningum eftir daginn, þannig við erum minna að spá í hvernig erum við að meðhöndla alla þessa reikninga og við erum meira að spá í því hvernig við getum aukið virði viðskiptavinum okkar. Og svo hitt sem við horfum líka til að það eru bara breytingar að koma og það eru mögulega að koma breytingar núna varðandi hvernig virðisaukaskattsskilur að verða og það verður mögulega yfir skeytamiðlun og við vildum vera að taka þátt í þessu kjarnastykki sem við horfum á. Og það sem að gerist að við byrjum að horfa á þetta að Microsoft í Business Central heiminum byrja líka að horfa á hvernig erum við að gera varðandi rafræna reikninga og þá kemur ákveðin innbyggð virkni inn í Business Central til þess sem við getum síðan farið að bæta ofan á. En við getum horft á þetta ennþá víðar. Ef við horfum á skeytamiðlun og við getum horft á að skeytamiðlun getur skilað gagna til ERP, til CRM, til Vefja, að þá horfum við á, við erum Peppol skeytamiðlari og við getum núna farið að taka sölureikninga, pantanir, katalóga og fleira og senda áfram til fjárhagskerfa eða CRM-kerfa og leyft að skeyta á milli. Og það frábært fyrir viðskiptavinum okkar. En hvað ef við hjálpum líka við að einfalda ferilinn þannig að okkar viðskiptavinir þurfi ekki að spá í því hvort að þeirra viðskiptavinir eða lánadrottnar að nota EDI eða að nota Peppol, þau upplifa þetta sem sama skeytið inn í fjárhagskerfinu sínu. Þannig við hugsuðum, við getum líka tengt EDI yfir EDI-faktorstaðluna og við getum tengt þessi X400 póstól og fleiri inn í okkar kerfi. Og hvað ef að bankar að bæta við sjálfvirknivæðingu inn í appin sín til þess að geta hjálpa við hvernig við erum að fara í gegnum að bóka kvittanir og sölureikninga. Og við getum líka bætt því við vegna þess að þetta nú bara reikningur eða kvittun sem við erum að bæta við. Og hvað með ef við erum með upplýsingar sem að koma úr öðrum kerfum, hvort sem það vefverslun seljanda sem ætlar að koma síðan inn til okkar sem innkaupapöntun eða hreinlega vefverslanir okkar sem að koma svo inn til okkar í formi sölupantana eða sölureikninga. Við getum líka tekið það í gegnum skeytamiðlun og fengið þá eitt viðmót
inn í fjárhagskerfinu þar sem þetta að vinna alla pantanir og alla sölureikninga á einum stað þannig að það verður einfalt að vinna með allir þessi gögn. Og svo auðvitað það þannig að það ekki allir, við erum ekki öll komin með skeytamiðlun og það eru ennþá að berast PDF-reikningar og kvittanir sem þarf að lesa og þá horfum við líka á að við getum lesið þessa reikninga sem að koma inn eða pantanir, snúið þeim við í reikninga sem að fjárhagskerfið getur skilið og lesið það svo inn í fjárhagskerfið frá þá PDF-reikningum sem að koma frá viðskiptavinum. Þannig að BSI-lausnin sem við gerðum sem tengist okkar skeytamiðlun, sendir og sækir rafræna reikninga, pantanir, vörulista og staðfestingar, PDF-reikningurinn, hann sendist með, ekki bara lengur bara skeytamiðlunarreikningin, þannig að þetta mjög skýrt fyrir móttakanda, sendir og sækir EDI-reikninga, pantanir og staðfestingar, bætir við samþykkt á línum og tvöfaldri samþykkt, nú þarf ekki lengur að vinna bara í uppáskrift fyrir ákveðna hluti og innkaupareikningum fyrir ákveðna hluti, við getum bara unnið allt í innkaupareikningum. Hjálpar við að fljótbóka og hendar fyrir stærri og minni aðila. Af því að við erum í skýinu að þá eingöngu greitt fyrir það notandafjölda sem við erum með í Business Central, þannig að bæði smáir aðilar og stórir aðilar geta verið að nota sömu lausnir og fengið sömu upplifun til þess að jafna leiki. Og okkar skeytamiðlun, hún virkar bæði í eldri kerfum en hún virkar best í SaaS. Skeytamiðlun Wise, hún leggur áherslu á nýjustu útgáfu af rafrænum reikningum Microsoft. Þannig við erum að leggja áherslu á að okkar viðskiptavinir að þau fari og komist upp í SaaS, en ef fólk í BSI 14 eða eldri útgáfum, þá getum við ennþá tengt skeytamiðlun Wise inn í RSM, en full nýtni kemur þegar lausnir notuð í nýjustu útgáfu skýjalausnarinnar. Og ég mun sýna ykkur aðeins inn í lausnina sem við erum með og ég skal reyna að merkja það aðeins hvað virkar í eldri útgáfum og hvað virkar í nýjum útgáfum. Mest allt sem ég sýni ykkur í vefviðmótinu það sem virkar eingöngu í nýju útgáfunni. Og svo útgáfa virkar eingöngu í skeytamiðlunum okkar. Og hvað hjá okkur sem við horfum fram á að sé það sem við erum að bjóða fram á, það annars vegar að við settum upp skeytamiðlun í Azure-skýinu sem hýst margföld í Azure-skýinu til þess að tryggja rekstraröryggi. Við erum með engin gjöld fyrir viðhengi, við erum með opið net, þannig að þótt að við erum búin að byggja inn núna fyrir Business Central, að þá getum við tekið við reikningum og sölureikningum úr hvaða kerfi sem Og ef móttakendur eða sendendur að nota aðra skeytamiðlara, þá auðvitað getið þið tekið við og sent frá þeim líka. Við erum svokallaða fría móttökuvefi sem ég ætla að sýna ykkur á eftir. Öll þjónustan á sama stað, þannig að við getum leyst vandamálið í einni beiðni í staðinn til þess að þurfa að fara yfir marga. Það að senda og sækja ýmiss konar skjöl, svo sem pantanir, reikninga og verðlista, komið að sinna áðan, þjónustuvefi til að sjá yfirlit. Ekkert rukka þegar skeyti send innan samstæðu, þannig að ef þið eruð að senda skeyti innan ykkar, að þá getið þið sendt þau upp á skeytamiðlaran, en til þess að senda til dæmis intercompany, þeir eru að senda á milli fyrirtækja sem í sama grunni eða í mismunandi fjárhagskerfum og við rukkum ekki til það. Og við höfum séð alltaf 70% sparnað koma fram, sérstaklega það eru margar kennitölur. Með það þá erum við aðeins búin að kynna hvað skeytamiðlunin og ef við tölum að þessu við getum nefnilega öll skilað rafrænum reikningi. Og þessi móttökuvefi sem ég talaði að þeir eru svo merkilegi fyrir það að þeir geta hjálpað okkur að taka við rafrænum reikningum frá öllum. Það sem að gerist inn í því að við erum að setja upp móttökuvefi fyrir alla þá sem eru skeytamiðlun okkur. Og við það myndast löglegur rafræn reikningur, þannig að ég sem móttakandi þarf ekki lengur að slá í því hvernig ég var að taka hann og hvaða viðhengi voru að koma með. Ég geti sýnt ykkur aðeins hvernig vefurinn lítur út. Þannig að fyrirtækið þau fá við það að koma í skeytamiðlun hjá Wise vefi sem eru á slóðinni fyrirtækisnafn.peppol.is og þá koma þessi vefir sem eru tengdir með rafrænu skilríki og þeir koma í mismunandi litum eftir því hvað fyrirtækin velja sjálf. Þannig að þetta lausn fyrir eitt fyrirtæki og svo ef þið eru á móttökuvef Wise að þá sjáum við hann í öðrum lit þegar Wise að móttaka reikninga frá öðrum aðilum. Og það sem
gert það þar inni að það hægt að tengja sig inn annars sem skilur ekki í síma eða skilur ekki í appi og vefurinn síðan man eftir hvaða upplýsingar voru sendir inn síðast. Þannig ef ég fer núna í síma minn, tengi mig inn, þá kemur vefurinn sem að ég að skila inn reikninga inn til fyrirtæki sem heitir Gullskógar. Ég skilaði reikningi áður til þeirra, þannig að upplýsingarna mínar eru þegar útfylltar, en hins vegar það aðalega verið að tryggja það að við vitum hver að senda reikningin, en ef ég á til dæmis annað félag, og ég seti Supergold EHF og seti eins og kennitölu þess fyrirtækis, þá get ég alveg skila fyrir aðra aðila líka. Við erum að tryggja það að ef það kemur upp einhvers konar vafaatriði, að þá vitum við nákvæmlega hver aðilinn sem var að skila þeim reikningi. Fyrirtæki geta líka valið að móttaka reikninga frá öllum, ef þau eru mikið að móttaka frá erlendum aðilum og fengi þá í raun og óauðkennda vefi. Þetta fyrirtæki með auðkennda vef. Vefurinn til í mörgum tungumálum, þannig ég get skipt hérna yfir í ensku, ef aðilinn sé á ensku, hann reynir að finna út hvort það íslenska eða enska. Ég ætla að skipta hérna aftur yfir á íslensku. Og svo ef að fyrirtækin eru með margar kennitölur sem þau eru að móttaka eins og þetta fyrirtæki, að þá kemur hérna fellilisti sem þau geta valið á milli mismunandi kennitölu sem er verið að senda til. Hér ætla ég að senda bara til megin fyrirtækisins og ég gef út reikningin sem er bara númerinu 1, 2, 3. Ég ætla bara að halda með útgáfudaginn og halda með gjalddagann. Þarf ekki að setja inn eitt pöntunarnúmer og engar athugasemdir. Og ég þegar búinn að setja inn eingreiðsluháttinn. Og ef ég held svo áfram að þá ætla ég að setja hérna vinnuna mína. Ég setja hérna vinna og set vinna bókhald. Ég ætla að setja hérna 7.690 og vegna þess að ég er með virðisaukaskattsnúmer hérna bakvið að þá get ég skilað inn virðisaukaskattinum. Ég get bætt við mörgum línum, þannig ég get sett hérna akstur, ég ætla með þess að setja rétta hérna einingu og setja hérna kílómetrafjölda, 500 krónur á kílómetra og svo get ég bætt við viðhengi. Það sem að gerist oft í viðhengjunum og þegar við erum að móttaka til dæmis reikningar sem eiga að vera færðir yfir á stafrænt form með því að við sendum kannski á netfang til þess að senda yfir, að sumir verktakar eru ennþá að senda þessa hérna reikninga. Og það er rosalega erfitt að ljóslestra þessa reikninga og þess vegna við fáum frekar aðila sem að vinna fyrir okkur til þess að fylla út, hengja svo viðhengi við, sendi reikningin yfir, að þá reikningurinn sendur og ég get móttekið reikningin hjá mér. Aðilinn sem að senda sína reikningin, hann getur líka farið, í þessu tilfelli ég sem að senda hann yfir og skoða gömlu reikningana sem ég búinn að senda og athuga hvort aðilinn sé búinn að móttaka reikningana eða ekki. Í þessu tilfelli get ég meira að segja að aðilinn ekki búinn að fullu móttaka reikningin en ég get komið inn seinna, en það sendi ég þá bara alla í dag. Og þetta eru móttökuvefinir og það sem að gerist inn í þeim að þegar við förum síðan inn í Business Central, þetta er Business Central í skýinu, en hins vegar þessi móttökuvefir, þeir virka með hvort sem að þeir eru með eldri útgáfur á Business Central eða þeir eru með Business Central í skýinu og þá getið þið móttekið þessa reikninga báðum megin með skeytamennum frá okkur. Ef við förum hins vegar í vinnsluna, þá munum við sjá reikninga sem eru hérna inni. Ég var reynda búinn að senda þennan áður með sama viðhengi og áðan og þá getum við fengið að sjá reikningin, við getum séð flýtiskoðun inn í vafra. Það eru til flýti lyklar og lyklaborðið fyrir alla lyklana. Ég get ákveðið hversu mikið súmmað hér inni eða ég get bara valið að opna eins og ég hef gert áður í ytra vefmóti. Og þannig get ég gengið frá reikningunum ótrúlega hratt. Ég mun fara aðeins betur yfir þetta vefmót og af hverju hlutir eru rauðir á eftir. Ef ég hætti á þess að deila hér og við deilum aftur F-fundinum, þá erum við hér og það sem við gerðum hérna að við fórum, ég sem aðili sem í viðskiptum við aðila sem í skeytamennum á Wise, get farið á móttökuvef þess aðila, skrifað inn upplýsingarnar og þá fyrir mig sem í viðskiptum við skeytamennum á Wise, að þá get ég farið og móttekið alla þessa reikninga beint inn til mín og þarf ekki að spá í því hvernig ég að fara yfir vegna þess að aðilinn búinn að staðfesta þessar upplýsingar sér réttar. Og eins og við sögum, fulla stuðningu við hvort sem að
aðili án virðisaukaskatts ef að þau hafa ekki heimild til að skulda út virðisaukaskatt eða hvort að eða semst almennt inn yfir. Skulum við sjá. Þannig að ef við förum hérna í kvittanir frá Íslandsbanka beint í bókhaldið, að aftur ég talaði minna áðan að við erum búin að vera að hugsa mikið hvernig getum við einfalda fjárhaginn fyrir okkar viðskiptavinum. Og eitt af því sem við horfum á að við vorum í sambandi við Íslandsbanka og Íslandsbanki var að koma með ótrúlega spennandi lausn sem að leyfir okkur að hengja kvittanir upp á kreditkort. Þetta virkar bæði, sem líka mjög spennandi, að þetta virkar bæði fyrir þá aðila sem eru með útlánakostnað, þau geta tengt kreditkortið við okkur sem einstaklingar sem vinna hjá aðilum og við getum tekið út ákveðnar færslur, eða fyrir innkaupakort þar sem að bókhaldsaðilinn tekur inn heildar innkaupakortið og við lesum þá inn hreyfinguna líka. Í tilfelli þess að við erum að taka einstaklingskost og tökum við ekki inn hreyfinguna heldur bara kvittunina, þannig að það aðeins svona blæbrigðamunur. Þannig að ef við förum með það, kvittanir frá Íslandsbanka beint inn í bókhaldið í gegnum skeytamiðlun Wise, að í Íslandsbanka-appinu hægt að hengja kvittun og það sem að gerist í okkur að við tökum kvittanirnar, tökum síðan upplýsingar sem við fáum frá Íslandsbanka hver seljandinn og hver upphæðin og setjum það inn í AI og OCR módel, sem sagt ljóslestursmódel. Og svo færum við yfir í skeytamiðlun Wise og þú móttekur það beint inn í Business Central. Þessi lausn virkar líka með eldri útgáfum af Business Central af því að þetta bara í skeytamiðlun. Og það sem gert inn í því að við erum með Íslandsbanka-appið og ég hérna með Íslandsbanka-appið hjá mér og ég set það upp og ég búinn að setja inn ákveðnar kvittanir. Og það sem inn í því að ég komið með kvittun sem hérna inni og ég var að leggja út fyrir kostnaði á móti búlunni. Og ég hreinlega vel færsluna á móti búlunni og smetla á hana og fæ þá upp þessa hérna valmynd í appinu sem sýnir mér skyndibitastaðina og neðst niðri bætaði myndakvittun. Og það sem ég geri að ég fæ myndakvittun og ég annaðhvort tek myndakvittunni eða ég vel myndatæki. Og í þessu tilfelli þá ætla ég að taka myndakvittunni og kvittunin lítur út svona. Og þetta frekar venjuleg kvittun frá íslensku fyrirtæki þar sem kemur inn ákveðnar kennitölur sem búið skrifaðan upp sem við reyndar lesum í raun og ekki þessar kennitölur sem var handskrifið en allar aðrar upplýsingar eins og HPT og fleira lesið inn. Og við færum þetta yfir í skeytamiðlun Wise og myndum út úr því reikning sem hægt að lesa inn af kvittunum. Og það sem kemur inn í því að ef við förum aftur og við sýnum ykkur sömu mynd og við vorum að vinna með áðan að ljóslesturinn las inn annars vegar kennitöluna á kvittunni sem var HPT af því að þetta var ekki útlagakostnaður heldur þetta var kostnaður sem átti að vera kreditkorti sem ætti að fara beint á aðilann. Ef það stilt að þetta sé útlagakostnaður þá kemur greiðandi sem eigandi kortsins. Þannig að þá verið að horfa á starfsmanninn frekar en að verið að horfa á útskuldurinn aðilann. Og þá lesum við inn þessar hérna skjöl og við tökum alla texta og við normalæsum þau niður í að þau fara ofan í ákveðna típa af lestri og við leiðréttum fyrir það sem að koma inn og svo gískum við á vörukóða sem við viljum setja inn og hér fáum við inn kóðan fyrir því. Sjáum aftur hérna inn myndina sem kemur af kvittunni og þið sjáum hérna að það búið að mynda reikningurinn sem ég get lesið sem þannig ég get staðfest ætla ég að rukka virðisaukaskattinn af þessu eða hvað ætla ég að gera. Og þá fæ ég þessa yfirsýn yfir hér og reikningurinn komin inn og ég get gengið frá honum eins og venjulega. Og ég mun aftur fara yfir það eftir smá hvernig við síðan göngum frá honum alla leið. Ef við förum aftur yfir á af því að það sem langar að segja áður en við förum yfir það að það nefnilega fleiri leiðir. Við erum sem við erum að reyna, erum í þróun og svo erum við með tölvupóstnetföng sem hægt að senda á til þess að lesa ljóslestursreikninga. Þannig ef þið eru með reikninga sem get ekki sent ykkur í skeytamiðlun, þá getur þið sendt á netfang og við getum lesið það inn í skeytamiðlun Wise. Og svo viljum við fara yfir í app og appið að það þá annars vegar að vinna með samþykktir og svo kvittanir.
Og þannig ef við tökum sömu kvittun eins og vorum að vinna með áðan, þá getum við farið í appið, hort á taka mynd, velja mynd, senda kvittanir. Og ef við tökum mynd, sömu mynd og við tókum áður, þá lesum við út upphæðina, þannig við staðfestum þá upphæðina í appinu og þið sjáið hér að dagsetningin er valin og það er vegna þess að dagsetningin er ekki dagsetningin í dag, heldur er dagsetningin sem stendur á kvittunni. Svo fyrir við í típu, ég ætla að sýna ykkur það svo eftir. Og svo erum við með flokka. Flokkarnir eru þá stiltir og það sem við gerum með flokkan er að við erum að tengja einfalda flokka fyrir þá sem er að skila kvittunum og tengja þá við fjárhagslykla eða við vörur eftir hvað þið viljið gera og þá koma í raun og veru subset af ykkar fjárhagslyklum í staðinn fyrir að allir fjárhagslyklunum koma. Og hér er ein vít stilt og það er deildarvítin og hún kemur þá yfir og svo er sett bara lýsing til að senda inn kvittun. Í típunni er svo valið, er það útgjald, þannig að ég er að fá þetta endurgreitt eða er þetta að fara á 2 kreditkort sem ég hef af fyrirtækinu til þess að útskulda á. Þetta er fyrir þá aðilar sem eru mögulega í viðskiptum við aðra banka heldur en Íslandsbanka því að okkur finnst sú lausn alveg frábær líka en getur líka virkað ef þið viljið nota frekar það í staðinn fyrir að nota Íslandsbanka. Og svo þegar við erum búin að taka reikningin og tökum hann inn þá getum við tekið síðan samþykkt hinum megin frá og þá fáum við reikningana sem ég á að samþykkja sem vinnur í Business Central. Hér erum við bara að tala beint við Business Central. Við erum að taka reikningana út úr Business Central. Ég er búin að ganga frá því sem bókari inn í Business Central og koma því í samþykkt og nú þarf ég bara að samþykkja. Og ég hef fullt viðmót til þess að samþykkja inn í Business Central en svo get ég líka samþykkt í appinu. Og þá sé ég mynd af kvittunni, ég sé mynd af byrgjanum, ég sé upphæðina, flokkin og deildina sem er aftur flokkurinn sem kemur hinum megin frá. Það er líka hægt að fá birtan fjárhagslykilinn og svo kemur línu upphæðin sem er á niðri sem er fjölskyldutilboði. Ég get valið að samþykkja sem heldur þá bara samþykkt og ef við erum með tvöfalda samþykkt þá sést það líka eða ég get valið að hafna reikningnum. Og ef ég hafna reikningnum þá þarf ég að setja inn í þessu tilfelli það er stilt þar að ég verð að setja inn athugasemd sem er til þess að gefa bókarunum ástæðu fyrir því eigum við bara að henda þessum rána reikningi eða erum við hreinlega að fara að endurflokka reikningin vegna þess að það er villan eða þarf við að fara aftur til upprunalega aðila. Þannig að ég set hérna er fjölskyldutilboð ekki bara svolítið stórt og sendi tilbaka og set það í hérna. Þá getum við farið hérna yfir að það sem við langaði að sýna að við förum hérna yfir mismunandi leiðir að við getum móttekið skeytamiðlunarreikninga, við getum sent skeytamiðlunarreikninga, við getum tekið við frá Íslandsbanka appinu, við getum tekið við OCR-reikningum og fengið allt í sama kerfi. Og það sem við byrjum þá að hugsa er hvernig er rafrænni reikningur framtíðarinnar. Af því að við erum búin að vera að keyra við erum búin að vera að keyra hér. Við erum búin að keyra RSM-kerfið okkar í að verða núna yfir 12 ár þar sem við höfum keyrt RSM og það sem er búið að breytast í millitíðinni er ótrúlega margt. Nú eru komnir betri staðlar það hvernig við förum yfir. Við erum komin upp í skýið, Microsoft er búið að gera fullt af vinnu og við vildum horfa á, ef við værum að byrja í dag, hvernig myndum við horfa á rafræna reikninga inn í kerfinu? Og við horfum á rafræna reikninga aðeins öðruvísi og þegar við horfum á það, þá erum við annars með vinnslulista, ég ætla að sýna ykkur hann aðeins á eftir, en við getum líka vegna þess að við styðjum við, eins og við sögðum í upphafi, bæði við pantanir og svo líka við Edifact-pantanir og PayPal-pantanir. Og ef við förum í innkaup í kerfinu, þá getum við farið í innkaupapantanir og ég er hérna með 2 fyrirtæki sett upp, eitt fyrirtæki sem heitir kaupandi og svo annan aðila sem heitir sendandi. Og það sem ég geri hér er að ég tek inn innkaupapöntun og ég ætla að fara að senda aðilunum pöntun beint út úr fjárhagskerfinu mínu til þess að panta ákveðna vörur til þess að koma því inn. Þannig ég vel vöruna mín megin. Ef varanúmerið mitt stemmir ekki við byrgjan þá tökum við vörutilvísanir og setjum þær inn í pantanir og ég seti inn hérna, ég ætla að versla 25 stykki. Innkaupsverðið í heildina er hér 75.000 krónur á vöruna og ég ætla að senda hana yfir. Þegar ég tek síðan þessa og sendi hana þá sendum við skjalið og svo er það eftir ykkur varðandi verkflæði hvernig þið viljið setja þau, hvort það sé verið að taka af sem sagt verið að læsa pöntunni eftir það eða hvort hún sé til að senda.
Svo fáum við hér og við fáum birgðaspjaldið okkar. Ef við skoðum það bara, þá kostnaðarverðið mitt 2.500 krónur sem ég setti bara yfir allt og ég ætla að selja vöruna, við förum hér með semst á 5.000. Og það sem að gerist þá hjá hinum aðilunum, nú ég komin í fyrirtækið í Business Central aftur í skýinu og þetta virkar hvort sem að það aðilega að nota Business Central eða bara nota annað kerfi sem getur móttekið pantanir. Það sem að ég fer hérna í vinnslulista minn yfir í okkar nýju lausn varðandi rafrænskjöl og við horfum á heildarlistan. Og það sem við erum alltaf að horfa á inn í Business Central í dag að þetta aðeins öðruvísi heldur en RSA. Í dag þá erum við að horfa á að pantanir, hvað sem það koma af Shopify eða koma af skeytamiðlun, að þær geta farið og lent hér beint inn í listanum mínum fyrir bakvinnslu. Og ég get sent allar pantanir sem stemma saman við allar upplýsingar og sent þær beint áfram í viðeigandi vinnslulista. Þannig að ef þessi pantun myndi koma inn og ég væri búin að kveikja þeirri stillingu, að þá myndi þessi fara bara beint yfir í sölupantanir því ég var að móttakana. En ef það eitthvað sem ég þarf að ganga frá, til dæmis vörunúmerið sem ég fæ sent frá aðila ekki það sama og ég vil hafa, að þá fæ ég hann í vinnslulistan og ég þarf að vinna úr pöntunni. En ég líka með reikning sem ég þarf að ganga frá, þannig fyrir bakvinnsluaðilann rosalega þægilegt að geta fengið öll atriðin sem þarf að vinna í og hreinlega ganga frá þeim hérna. Ég fæ inn pöntunina sem ég sendi hérna áðan, hérna með nývöru og ef ég tek hana núna og ég ætla að senda hana yfir, að þá aðeins mismunur. Þannig ég ætla að senda hana yfir í sölupöntun, yfir í þá hún fór út sem innkaupapöntun hjá úr fyrirtækinu sem var að kaupa, en hjá okkur þá verður hún nota sölupöntun af því við erum að selja. En ég gerir það fyrir þetta. Og þegar ég að selja, þá fæ ég upp sölupöntunina mín megin og við munum taka eftir því að það verður aðeins mismunur. Þannig að mismunurinn að aðilinn sem að kaupa mér, hann að búast við að verði sé annað heldur en að ég að fara að selja á vegna þess að verðin okkar eru mismunandi. Og það allt í góðu. Þannig að ég tek bara pöntunina, ég geng frá henni, tek hann út á vöruhúsi og svo bara sendi hann yfir. Þannig ég segi bara bóka. Ég að setja tilvísun. Það setja bara saman. Svo bara bókum við. Bókum hana, fáum reikninginn og svo hefðu við getað afhent. Og þá fer raun úr skjalið úr hérna yfir í meðhöndla, ég búin að vinna allt skjalið og það komið hingað yfir. Og þegar ég fer svo aftur og kaupandi og að móttaka síðan sölureikningana, þá getum við séð að ég fæ sendandi reikning og sendandi reikning, hann sendi mér reikning. Við sjáum að aðilinn sem var að selja, að nú ekki bara rafræni reikningurinn sem birtist, þetta skjalið eins og aðilinn sem að selja, það birtist mér. Vegna þess að við rökum ekkert fyrir viðhengi, að þá ekkert vandamál að fara að senda líka öll viðhengin með sem eiga að koma, bæði skjalið, Excel-skjöl eða hvað sem á að fara með. Ég móttek pöntuna hérna og hún tengist við innkaupapöntunina sem ég gerði í upphafi hér og vegna þess að þetta á pöntun og ég sé að það ýmislegt rautt hjá mér vegna þess að hún ekki að tengja henni saman. Við skulum sjá það eftir smá. Við fáum hérna inn vörunúmerið og svo sjáum við hér að við erum að fá vísbendingar það að þessi hérna pöntun sem við erum með að sem sagt innkaupaverðið sem við byggust við ekki það sama og innkaupaverðið sem að aðilinn að selja á. Þannig að það mismunurinn á reikningnum og það magnið sem við fengum það rétta en upphæðin röng. Og þá það okkar annarkvort að hafna reikningnum og segja af hverju fengum við ranga upphæð eða við getum uppfært innkaupapöntunarlínuna með því að segja þetta ekki það sem ég eða þetta þá bara nýja innkaupaverðið mitt og þá uppfærist BSI og segir þetta þá nýja kostnaðurinn minn líka. Þannig fáum við mikið betri innsýn inn í þegar við erum að kaupa vörur til endursölu, hvernig við fara í gegn. Og það sem spennandi inn í því vegna þess að Evrópusambandið hefur verið að framfylgja því að við séum meira að nota PayPal, að þetta að opnast líka mjög mikið, sérstaklega fyrir Evrópusambandslönd, að þið getið móttekið og sendt pantanir
frá ykkar fyrirtækjum sem eru innan Evrópusambandsins og ef þið eru að versla við aðilinn að Evrópusambandsins þá mátti alltaf spyrja. Það hægt og rólega að koma. Hins vegar, ég hérna með Birgja sem að ég sé hérna inni og ég með reikninga og ég til dæmis þannig aðili að ég á það til að taka hérna í enda viku og hugsa af hverju ég ekki búin að bóka alla reikningana sem ég ætlaði að bóka. Og ég hérna með fjarskiptareikninga sem hafa þegar að sitja uppi og eru með ótrúlega marga línur og það svolítið þreytandi að stofna þessa fjarskiptareikninga. En ég ætla að taka fjarskiptareikningana sérstaklega og sýna ykkur hvernig kerfið að fara að leiða ykkur í gegnum þetta. Kerfið nefnilega þannig að ég búin að setja upp kerfið og eiginlega ekki stilla neitt í kerfinu. Og ég gerði það viljandi vegna þess að yfirleitt það sem við þurfum að gera þegar við setjum upp kerfið að við þurfum að fara að stilla fullt af hlutum vegna þess að og yfirleitt að gera það með ráðgjafa vegna þess að kerfið ekki 100% að leiðbeina ykkur í gegnum hvað við erum að gera. Ég ætla bara að gera forskóða bóka. Og þá fyrsta sem að kerfið mun segja mér að lánardrottinn fyrir þetta fjarskiptafyrirtæki ekki til. Þannig að ef að stofna hann, ég ætla að segja bara já, ég ætla að stofna hann, ég vel sniðmátið mitt með lánardrottinn og við sjáum að allar upplýsingarnar þær bara fyllast út. Þannig að ég hérna komið með númerið á lánardrottinum, ég komið með nafnið á honum, ég komið með heimilisfangið, við erum með reikningsfærsluna, vasknúmeri fylltist út af því það kom í reikningnum, greiðslunar, þetta finnst gott að hafa jafna elstu og ef við erum móttöku, það ekki móttaka og svo komin hérna nýr valamöguleiki sem kallast sniðmátt bókunar og ég ætla að kynna ykkur fyrir honum. Þannig að í okkar nýja kerfi erum við með sniðmátt bókunar og þá getum við tekið Birgja eða viðskiptareikninga frá Birgjum og sett þá saman með sniðmátti bókunar uppsetningu. Og þá setjum við að sjálfgefin uppsetning fyrir þessa típu af reikningum að fara að bókast á ákveðin veg. Þannig í þessu tilfelli ætla ég að taka alla þá sem eru með fjarskipti og IBAN-reikningur með fjarskipti. Þannig ef við erum með sín til dæmis að þá fara auglýsingareikningarnir X og fjarskiptareikningarnir annað. Og þá tökum við eins og fjárhagsreikningana eða ég get sett á vöru, gjald eða forða. Ég ætla að taka hérna númerið og setja þar og ég á hérna bókastlykil sem heitir sími og burðargjöld. Tek hann og ég get svo sett vítarkóðuna mína. Hér ég með 2 vítir sem eru stiltar í þessu umhverfi og stofna þetta vítina sem deild og verkefni og svo ég með hérna flipa sem heitir vinna sjálfkrafa. Vinna sjálfkrafa flipin, hann ótrúlega sniðugur. Það sem hann gerir að ef við eigum allar bókunaruppsetningarnar að þá setjum við þær upp og reikningurinn, hann bara fer yfir í innkaupapantanir eða innkaupareikninga næst þegar hann kemur inn. Það ekki að vera í bakveisluna, ekkert í RSM-reikninga, hann bara poppar upp í innkaupareikningum, við erum samþykkt og fyrir hann bara sjálfkrafa samþykkt. En ég ætla að segja að vinna sjálfkrafa fer beint í innkaupareikningana næst þegar hann kemur inn og svo erum við samþykktir og þá ætla ég að segja að ég ætla að krefja samþykta á þessa reikninga sem komum í fjarskiptunum. Ég ætla að setja mig sem samþykjanda sem fyrsta þrep og svo get ég sett sem yfir samþykjanda. Þá ætla ég að setja hérna annan Davíð og segja ef upphæðin fer yfir 80.000 að þá þarf aðilinn að samþykkja. Þú líka að segja bara notum bara yfirmann samþykjandas og þá setjum við yfirmann samþykjandas í staðinn. En ég ætla að setja hérna að þessi aðili hér þarf alltaf að yfir samþykkja. Og svo með svona reikninga eins og koma frá fjarskiptafyrirtækjunum að það bara stundum vill ég bara taka þessa reikninga, sérstaklega orkureikninga, því að ég get ekkert mótmælt orkureikningunum, þeir bara koma. Ég ætla bara sjálfkrafa bóka og samþykkja þá. Þegar þeir eru sjálfkrafa bókaðir og samþykktir að þá getum við sett hérna flipaðinn hér og þá alltaf þegar reikningarnir kom inn þá förum við yfir reikningana og athugum eitthvað óeðlilegt í reikningunum og svo getum við sagt hvað prósentu mismunurinn frá seinasta reikning. Þannig að ef það innan við 5% munur frá síðasta reikning þá tökum við reikningin og við bókum hann bara alla leið yfir og við getum bara að fara að greiða hann af því að við þurfum ekkert að horfa á hann vegna þess að við höfum engan mótmannrið. Í þessu tilfelli þetta fjarskipti, þannig að mér finnst gott að fara yfir línunar, þannig ég ætla að segja ég ætla ekki að samþykkja þær. Íti hér, svo fæ ég hérna greiðsluáttakóðinn, leiðbeinir mig í gegnum allar upplýsingarnar sem ég þarf að setja inn, þannig ég ætla að setja inn að banki og þessi kóðar og þá fæ ég inn. Og ef þið sjáum núna hvað gerðist, ég var með 5 reikningar frá Hringtu og allir aðilarnir þeir uppfærðust og ég sé allar línunar uppfærðust hjá mig líka og ég fæ hérna línur sem eru 40-20, bara inn í breyta lista og það búið að gerast á öllu reikningunum mínum. Nú ég bara komið með reikninga sem ég þarf að fara yfir. Það er einn sem með líka með greiðsluáttakóða sem að ég ekki með, þannig að ég ætla að setja hann líka á banka því að ég veit að hann greiðist af yfir.
Og svo sjáum við líka að þau nota hérna einingakóða, þannig ég fæ hérna opna einingakóðalistan, þannig að alltaf er kerfið að segja mér ekki bara þessi villa, heldur er að segja mér hvað er villan, hvert átt að fara til þess að leiðrétta villuna. Ég set alltaf frá stykki, það kemur hérna bara stykki frá þessu fjarskiptafyrirtæki og það kemur alltaf 40-20 og alltaf þessu er þannig að ég get farið hérna yfir og ég get bara flakkað á milli reikningana. Þannig að ég get annars vegar PDF-skoða, þau senda ekki skýrslur, tala við þau og þannig við fáum bara reikningin sem kemur í Excel-metinu. Ég get, ef mér langar að skoða zoom-inn í hann, þá get ég zoomað inn í hann og ef ég vil skoða hann eins og við höfum svona meira skoðan, þá get ég líka farið bara beint inn í reikningin, séð afslættina og séð allt það sem er að gerast inn í því. Ég fæ reikningin minn hérna inn, ég ætla að fara hér yfir og ég er með 5 reikninga og ég er bara á síðasta stund og þarf vel að koma þessum reikningu inn í bókun. Ég ætla að fara hérna og þá getum við farið og við getum sagt bara inn í hjá mér á lyklaborðinu, þá getum ég ítt að hérna F9 vegna þess að þið sjáið hér er færsla sem að kemur skjalinu inn yfir í innkaupareikning og svo get ég líka, ef ég er ekki alveg viss hvort að bókunaruppsetningin minn sé rétt, kannski er einhverja línur hérna sem mér langaði að breyta, og þá get ég farið hérna í forskóða gildin. Þá fáum við einmitt hérna að vantar inn vantar sem hann hefur gefið þetta og sí. Það er vitlega þann. Það sjá hvort hann vil. Nei, hann ætlar ekki að koma með mér yfir. Það var að fá hann hérna aðleiðir. En þá fáum við semst þessa reikningaðin yfir og þeir geta núna farið í að ganga frá. Þannig ef ég vel hérna reikning eins og hérna eftir uppi og ég ætla bara að ganga frá honum utan, að þá fæ ég hérna reikning sem kemur hér og svo íti ég bara á F9. Og F9 hjálpa mér að klára allan listan sem ég get farið í gegnum. Þannig ég get skoðað reikningana, ég get farið með reikningana og þeir koma bara beint yfir í samþykki. Nú er ég komið með reikningana í samþykkt og ég get annarkvort unnið beint inn í Business Central eða ég get unnið í appinu. Þannig að nú ætla ég að vinna bara beint inn í Business Central, ég fæ samþykktarfærslu fyrir mig yfir innkaupaskjölin, ég get skoðað línunar, þetta lítur bara fínt út, þannig ég ætla að samþykkja línuna. Nú þarf ég að bíða eftir því að ADS komi hérna og samþykki líka reikningin. Ef ég býst ekki við að ég geti samþykkt hann, þá getur líka framselt beiðninni og ef aðilinn, ef ég fer í frí, þá get ég líka sett inn aðila sem tekur við að mér. Ég get skoðað athugasemdirnar, þetta eru athugasemdirnar sem koma líka á appinu sem ég sýndi ykkur áðan og get klárað þær. Þannig ég ætla að samþykkja, nú fæ ég ég ætla að reyna að samþykkja hann yfir og þá fæ ég bara villuna sem er í mátu samþykkjan vegna þess að innkaupareikningurinn, hann er ennþá í vinnslu. Og þá get ég farið bara í ferli og ég get sem aðili sem er að skoða hér, þá býður hann bara samþykkis. Þegar síðan reikningurinn er samþykktur, þá er hægt að stilla stillingu í kerfinu sem segir að ef kerfið er sett upp þannig að allir aðilar eru búnir að samþykkja, þá getur reikningurinn bara bókast sjálfkrafa og þá er þið bara búið með reikningin. Þannig ég ætla að fara hérna tilbaka og það sem er líka er að ef ég fer yfir þá get ég eytt honum og þá getur hann alltaf komið aftur í vinnsluna mína. Þannig að vinnslaðalinn kemur alltaf hérna yfir mér. Þá getum við farið þar yfir. Og sjá hérna. Hér. Já, nú langar mér reyndar að sýna ykkur af því að nú kemur þetta rétt. Alltaf hann kemur rétt eftir á. Þannig að ég ætla að fara líka henni yfir. Það sem er að gerast núna líka er að Business Central breyttist og er með almenn viðskiptamannabókanaflokk. Þannig að ég var ekki búinn að setja upp viðskiptamannabókanaflokkinn. Aftur, segjum bara hvað ég á að gera. Set bara inn, þetta er innlent. Og nú ætti ég að geta farið. Breytast ekki hérna yfir. Og setja hérna inn. Leiðir eins og hér, svo fyrir við F9, hérna fáum við aftur, já, þetta er afrunarlykilinn, og smá aurajöfnun á milli,
og svo bara förum við í gegn. Og ég get ítt líka F9, PDF4 sem þið sáðu á hliðinni, hann líka allur, maður ítir á Ctrl-D til að fara áfram, Ctrl-S til að fara til hliðar, Ctrl-R til að opna í nýju skjali, þannig að allt sem þið gerir hér bara unnið á lyklaborðinu, þannig að þið getur unnið allt í lyklaborðinu. Nú eru komin 6 skjöl, þau eru komin hérna í innkaupareikningana og bíða bara samþykktar. Það það. Við förum hérna yfir svo aftur og förum í Við fórum aðeins yfir kerfið og ef ég bara klára hérna í lokin, af hverju erum við að þessu öllu og hvernig hjálpar þetta okkur að skilja þetta betur? Eitt af því sem við erum að gera að við erum að færa hvernig við erum að sameina línur til þess að bóka í fjárhæð. Og það snýst að við erum öllum að hugsa ef við erum með betri innkaupareikninga til þess að skilja gögnin okkar, ef við erum með gögnin sem koma í rafrænreikningum, ef við erum með aukin gögn gervigreindar, ef við erum með gögn fjárhagskerfisins, þá getum við tekið góða gagnadrifna ákvarðanatöku. Og svo getum við bætt við ytri gögnum. Og það nefnilega það sem svo gaman við þetta, að við hjá VICE höfum verið að bjóða upp á skýrslur sem hægt að sækja á AppSource sem að bjóða upp á góða greiningu varðandi hvað við erum að kaupa inn. Við getum séð hvernig við erum að kaupa inn, hversu mikið og hvernig það að þróast og svo finnst mér alltaf gaman að svona decomposition tree sem segir okkur hvernig eru pantanirnar sem við erum að taka inn að þróast og hvaðan við erum að kaupa vörunar og á hvaða verðum erum að fá þær. Og með því að bæta við einingunum frá rafrænum reikningum þá fáum við ennþá betri innsýn í þetta. Þannig að Copilot með skeytamilinu VICE í skræðinskifinu, sjálfvirka samþykktir sem við fórum yfir, sjálfvirka bókunarstýringar, verðathugarinn til þess að sjá hvort það verði sé að breytast og þá erum við að horfa á verðið að breytast á milli innkaupa, hvort sem að þið eru að gera innkaupapantanir ekki. Innkaup framtíðarinnar, við erum að vinna með nokkur vefverslum í að koma inn innkaupapantunum, þannig að hún fari inn í bókhald til þess sem er að kaupa. Afstemmingar og söluhjálpin. Þannig að afstemmingin, innkaupapantunum er reikningu sem við sýnst aðeins á. Og eins og ég sagði í byrjun, virkar í eldri kerfum en best í SaaS og það eru fullt af hlutum sem að fara að nýtast okkur. Þá ég svona búinn að fara yfir yfirferðina á fljótu bragði og ég ætla kannski að leyfa Ólöf aðeins að taka við. Hún ætlaði að vera leiðbein aftur yfir. Frábært, takk fyrir þetta Davíð. Gott að fá svona nákvæmt yfirlit yfir þetta allt saman. En jú, við ætlum að kíkja á spurningar og þið getið notað þarna Q&A-hnappinn til að setja inn spurningarnar. Við höfum smá tíma fyrir spurningar og sjáum hvað kemur hérna inn. En við ætlum kannski bara að byrja á einni hérna. Get ég tekið áfram á móti skeytum frá öðrum þjónustuaðilum heldur en VICE? Já, það ennþá möguleiki að taka við skeytum frá öllum öðrum skeytamiðlurum, bæði erlendum og innlendum, þegar þú ert í skeytamiðlunni hjá VICE. Svo kannski hér smá ítrykkun, skeytamiðlun háð því að BC sé í SaaS umhverfi eða virkar það með on-prem BC líka? Þannig að skeytamiðlun okkar og reikningarnir sem við erum að gera þar og pantanir, að þær virka í BC14. Og eldri, helst í BC14 við höfum útfært þar og í hinum kerfunum sem eru að nota RSM. Þannig það alveg möguleiki að nota skeytamilun okkar þar, en hins vegar hlutinni sem ég sýndi ykkur beint inn í BC, þar sem við erum byrjuð að gíska sjálfvirkt á línur og við erum að gera sjálfvirkar samþykktir, það bara í SaaS. En Íslandsbanka samþættingin og skeytamilunin, hún líka í eldri kerfum. Ok. Það kannski ennþá ítrari spurning tengt þessu, mögulegt að nota þetta í sveitarstjóra? Já, sveitarfélögin geta notað þetta í sveitarstjóra og þá fer það eftir stýringunni sem þau eru að fara. Svo náttúrulega spennandi, í BC14 þetta komaði bara inn eins og við erum að nota aðra skeytamiðlara inn í sveitarstjóra og svo náttúrulega spennandi vegferð hjá sveitarstjóra sem að komast upp í SaaS og þá þetta að nota viðmótið sem ég sýndi ykkur í dag. Robert, kannski ein lokaspurning, hvað hægt að nota þetta? Navision 18, hægt að nota þetta með því? Við þurftum bara að skoða það sérstaklega, allan myndi pottet verið í sambandi við söludeildin hjá okkur, ég held að það sé álega sem það getur skoðað. Robert, virkar Íslandsbanka appið einungis núna eða munu aðrir bankar fylgja á eftir?
Við náttúrulega vonumst til þess að aðrir bankar fylgi eftir og komi með að geta hengt kvittunina á þannig að það sé bara hægt að geta beint inn í appinu af því að það er svo þægilegt að geta sett beint í kvittunina. Við viljum svo gefa út, eða erum að stefna að gefa út app núna brálega sem leyfir öllum að nota burtséð frá banka, en ef aðrir bankar eins og Landsbankinn eða Arion koma með sambærilega lausn sem við getum tengst við, þá munum við tengjast við þau líka. Frábært. Hér er spurning sem ég get svarað. Fáum við ekki örugglega glærurnar og hvernig með upptökuna? Jú, við getum sent glærurnar og upptökunar á alla sem hafa skráð sig og munum gera það bara mjög fljótlega. Reynum að ná því fyrir helgina. Aftur að svona meiri tæknilegum spurningum, er hægt að senda Excel-skjal sem viðhengi í gegnum skeytamiðlunina eða þarf það alltaf að vera PDF? Nei, það má vera Excel-skjöl sem koma yfir, svo snörum við ýmsum viðhengjum líka yfir í PDF eða CG, en Excel-skjal má fara. Í Business Central er hægt að hengja viðhengin ofan á sölureikningana og all viðhengi sem er á sölureikningunum, sem er þannig merkt að þau fara með reikningnum til viðtakanda. Aftur, það sem er svona munur hjá okkur og mörgum öðrum, við erum ekki að rökka ykkur fyrir öll þessi viðhengi sem þið vilja senda eða móttaka, þau bara með að fara með. Flott. Geturðu talað aðeins meira appið? Er hægt að nota appið okkar til að samþykkja reikninga? Já, appið sem við erum með í þróun, sem er ekki komið út, stefnum á að koma út núna í næsta mánuði, það er hægt að samþykkja reikninga með því og það vinnur þá með það að reikningar sem eru í Business Central og eru í samþykkt að þeir eru pikkaðir upp þar. Ok, flott. Virkar Íslandsbanka appið nú þegar? Það er það að tengja Íslandsbanka appið nú þegar. Frábært. Með skeytamilun okkar, já. Já. Og við erum bara nálgumst 12, en við höfum alveg tíma fyrir einhverja eina eða tvær spurningar í viðbót ef einhverjar eru. Já. Jú, heyrðu, hérna var ein. Er hægt að leita og skoða eftir kennitölu fyrirtækis en ekki bara heiti? Á gíska ég að sé verið að tala inn í viðmótin inn í Business Central. Já, það er hægt í skíinu, þannig að ef við förum aftur í viðmóti, ég gíska það sem er verið að tala er það sem ég fór hér og fór í innkaup pantanirnar. Að hér er hægt að fara og leita eftir bæði heitum og öðrum gildum, þannig að það sem er gert hérna, ef það sé verið að slá kennitölu, að þá leitar hún í kennitölu, þannig að það verið það væri nafnið og svo ef það vilji frekar fyrir að leita eftir lánardrottni, að þá er bara að leita eftir lánardrottni. Og þetta er bara í BSI-virkni, þetta er alls staðar hægt í kerfinu og í BSI í skíinu þá er komin mjög floskuð leitavél til að hjálpa líka við að finna ýmiss konar hana. Líka þetta að fara inn í almennt yfir allt kerfi til að leita, þannig að það er hægt að leita mjög mikið í BSI í skíinu og til að hjálpa við þessar. Vona það við svaraði. Flott, takk fyrir þetta. Þá held ég við séum bara ekki með fleiri spurningar í dag. Einhver loka orð frá þér, Davíð? Nei, bara takk hérlega fyrir að koma og ef þið hafið eitthvað spurningar þá er að hafa samband til sölunni á okkur, við getum tengst saman og við getum farið í köfun á þessu hvað við viljum gera. Frábært. Takk fyrir þetta, Davíð. Takk öll fyrir að koma og vera með okkur í dag. Upptakan mun verða send á alla sem skráðu sig og við sjáum þá til þess að þar sé líka linkur til þess að hafa samband við okkur og við mögulega sendum smá könnun til allra bara þannig við sjáum hvort að þetta sé típur af veffundum sem að fólk vil sjá. Annars þakka ykkur bara kærlega fyrir í dag og sjáumst síðar. Verið þið sæl. Takk.